Komið í sæl, skulum hefja yfirferðina þetta kvöldið á því að líta hér á stóra yfirlitskortið okkar og sjá hvernig svona helstu veðrakerfin í kringum okkur að haga sér. Og það einna helst að sjá að þessi hæð sem kemur hér frá Grænlandi og verður sunnan við suðvestur af landinu í nótt og á morgun, að það eiginlega eina sem að hreyfast að einhverju viti. Þessi stóra lægð hér suður í hafi, hún situr föst og kemst ekki neitt, og sama að segja lægðina hér vestan við Grænland að hún gerir ósköp lítið. Það enda þegar kemur aðeins lengra fram í vikuna, þá mun hún ná að senda örlítinn bakka yfir Grænlandsjökul, en við lítum betur á það á eftir. Á hitasviðinu að þá við erum ekkert inn í neitt sérlega köldu lofti, þó manni finnist kuldinn bíta svolítið, því að við erum kannski ekki alveg orðin vön þessum kulda. En á morgun ekki að komast neitt sérstaklega hlýtt loft að okkur. Það hérna vestan við okkur, og það kannski meira svona á föstudag sem að við förum að njóta svona frekar aðeins hlýra loft, sérstaklega hér á vesturhelmingi landsins. Í kvöld, nótt og í fyrramálið þá staðan þessu líka. Það mjög bjart hér með nokkuð víða, en hins vegar fljótlega eftir miðnætti þá fer að draga upp hérna skýjabakka, og þá fer að sækja að okkur líka hæg vestlæg átt, og úrkoma hér háti á morgun verður engum bundin við þá svona yst á Vestfjörðum, og þá ættu hitatölur vera komnar svona örlítið yfir frostmark hér sunnan og vestan til, en vægt frost í öðrum landslutum. Eins og við sjáum þá það skýjað mest allt land. Það gætu komið einhver korn eins og Raufarhöfn. Það svona smá bakkar sem fylgja hér með norðurströndinni til austurs, en ósköp litlir og ræfilslegir. Síðan þegar við lítum á þróunina áfram og yfir til föstudags, að þá svona heldur meiri úrkoma, og það sem kannski ber að fylgja svolítið vel með hér á sérstaklega kannski Snæfellsnes, Breiðafjörður og Faxaflóasvæðið og jafnvel yfir á Suðurland, að þessi litla úrkoma sem að spátnar að sýna seinni partinn á morgun, annað kvöld, aðra nótt jafnvel, að það er það mildara fyrir ofan okkur, að það ákveðin hætta að þar gæti verið rigning, og svo þegar svona rigning með svona undirkælt vatn, þegar það lendir á frosnu yfirborði, að þá frísað samstundis og getur myndað alveg glæra hálku, þannig að menn þurfa að vera aðeins á tánum yfir því seinni partinn á morgun og annað kvöld. En hér komið fram að hádegi á föstudag, og þá hefur farið að létta til dálítið aftur. Það einna helst hér svona suðvesturhornið og hérna allra vestast sem frekar skýjað, en ágætlega bjart hér á norður- og austurlandi. Hitatölurnar svona á vesturhelmingnum 0 til 5-6 stig, en hins vegar 2 til 4 stiga frost mjög víða hérna austan til. Og ef við lítum síðan á hvað gerist þá með þróunina frá föstudegi til laugardags, að það svona viðlóðandi vestlæg átt hérna á landinu, og eins og áður sagði úrkoma svona stríkur norðurströndina, en hún engum bundin hérna áveðurs þar sem vindur kemur á landi. Það gefur hins vegar líka örlítið mildara loft, þannig að við erum ennþá hér í svona 1 til 5-6 stiga hita nú á laugardag hérna vestan til, en svona frostmark og bjartara veður austast. Til sunnudags ósköp litla breytingu að sjá. Það áfram einhver örlítill úrkomuvottur hérna vestast, en bjartara hérna austan til, en ofurlítið kaldara þegar svona bjartir yfir, að þá nú ansi mikil útgeislu frá landinu, þannig að þá kólnar það ansi hratt. Lítum þá yfir til Evrópu, hér í Skandinavíu, myndaleg lægð hér yfir norður Finnlandi og kannski svona, norðvestast í Rússlandi, og það fremur úrkomu samt hér mjög víða í Skandinavíu, nema einna helst hér svona Skandinavíu fjallgarðurinn tekur dálítið af eins og fyrir Svíþjóð og hluta Finnlands. Og svo frá stóru lægðinni sem vestur af Írlandi, það fremur úrkomu samt á Bretlandseyjum og Írlandi, en hér austan til í álfunni mun þurrara, og svo léttir til eftir í sem sunnar dregur, og ágætlega bjart og fínt veður hér víða í fyrir botni Miðjarðarhafs og svona í suðaustur hlutanum. Hitatölur svona á hægri niðurleið, en svo sjáum við hér skilabakkan frá þessari stóru lægð hér vestan við Írland, hann nær hér inn yfir Portugal og slatta svona inn á Íberíuskagann, inn í Spán, og liggur síðan áfram hér suður eftir, og það sjáum við þegar við förum svo hérna yfir til Kanarí, að hér sjáum við í þann bakka með austurströnd Afríku, og einhverja smá skúrir má gera ráð fyrir að geti hitt á Kanarí, og hitinn svona 20 til 25-6 stig.
En við skulum þá enda þetta í dag á því að fara hérna yfir til Ameríku. Við erum með lægð hér úti fyrir vesturströndinni og aðra hér við Nova Scotia og Labrador. Og svo stór og mikil hæð hér í suðaustur hluta Bandaríkjanna, þannig að það gefur ljómandi fínt veður hér á stóru svæði, en hins vegar ágætlega úrkomusamt hérna við vesturströndina og eins hér á norðausturhorninu. Og til dæmis eins og í Montreal hitastigi kannski ekki nema 1-2 gráður og þá verður svo úrkoma sem þar fellur líklega slydda. En við skulum láta gott heita í kvöld, verið sæl.